Kæru íþróttamenn og aðri gestir, velkomin á þennan fögnuð okkar þar sem við grínum íþróttamann Vals árið 2021. Vegna þeirra aðstæðna sem nú ríkja í samfélaginu, þá fyrirkomulag þessa fagnaðar okkar með frábrugðnu sniði frá því sem verið hefur. Við höldum í þessa skemmtilegu hefð með því að streyma henni til ykkar og vonumst til þess að sá skemmtilegi valsandi sem fylgir þessari hátíð komist til skila. Árið 2021 var, líkt og árið áður, markað af takmörkunum tengdum COVID-ástandinu. Annað árið í röð var rekstrarumhverfi okkar óvenjulegt, en nú vorum við reynslunni ríkari og tókumst á við þessar aðstæður af yfirvegun og auðmýkt. Ýmist var verið að herða eða slaka á takmörkunum. Slíkar breytingar og slík óvissa krefst mikillar aðlögunarhæfni og reynir oft á þolrif starfsmanna, þjálfara, iðkenda og aðstandenda. Þrátt fyrir áðurnefndar aðstæður var árið íþróttalega séð gott fyrir Val og okkar fólk stóð sig frábærlega og var félaginu til sóma eins og alltaf. Fyrir hönd stjórnarinnar færi ég ómældar þakkir til allra þeirra fjölmörgu sem lögðu hönd á plóginn og gerðu okkur kleift að halda úti okkar metnaðarfulla íþróttafélagi. Of langt mál að telja upp alla þá einstaklinga sem komu að starfsemi okkar, en mér langar að nefna fálkana, valkyrjurnar, foreldrana, stuðningsmennina, þjálfarana og auðvitað íþróttafólkið okkar sem og starfsfólkið okkar. Kærar þakkir til ykkar allra. Án ykkar gætum við ekki haldið úti starfsemi okkar. En nú þegar árið að enda komið gott að líta öxl og fara aðeins yfir starfsemina á árinu sem að líða. Okkur reiknast til að árinu hafi Valur unnið 7 bikara í körfubolta, handbolta og fótbolta. Valur með lið í efstu deild meistaraflokks karla og kvenna í öllum 3 boltagreinunum. Það körfuboltanum, handboltanum og fótboltanum. Og það sem meira það eru fulltrúar frá okkur að æfa og spila með landsliðum Íslands í öllum þessum greinum. Samtals á Valur 86 einstaklinga sem ýmist æfa eða keppa með landsliðum Íslands í körfu, hand og fótbolta. Og hér má sjá nöfn þessara einstaklinga. Við erum ákaflega stolt af þeim og óskum þeim alls hins besta og til hamingju með þennan árangur þeirra. Við höfum sett saman myndasyrpu sem sýnir hluta af því sem framfór hjá okkur á árinu 2021. Syrpan sýnir aðeins bara brot af því sem var að gerast hjá okkur, en við teljum að það sé mikilvægt að fólk fái að sjá það mikla starf sem hér í gangi. Syrpan mun rúlla áfram hérna og við munum hlýða á skemmtilega tónlist á meðan syrpan í gangi. Ég segi bara gjörið þið svo vel.
árinu átti Valur 110 ára afmæli. Til stóð að halda veglega afmælisveislu þann 11. maí á afmælisdaginn sjálfan, en því var ekki viðkomið og eftir að hafa í tvígang frestað veislunni þá var hún að lokum blásin af. En þann 10. nóvember heiðruðum við þá aðila sem fengu silfur, gull og heiðursorðu Vals. Og á myndunum hér má sjá þessa aðila og nöfn þeirra. En jafnframt því þá fengu 4 einstaklingar æðstu viðurkenningu félagsins þegar þeir voru gerðir að heiðursfélögum knattspyrnufélagsins Vals. Þessir aðilar eru Grímur Sæmundsen, Halldór Einarsson, betur þekktur sem Hensson, Reynir Vignir og Róbert Jónsson. Grímur Sæmundsen lék knattspyrnu með Val frá 6 ára aldri og samtals 300 meistaraflokksleiki á árunum 1974 til 1985, lengst af sem fyrirliði í afar sigursælu liði félagsins. Hann varð 4 sinnum Íslandsmeistari og 3 bikarmeistari. Grímur var formaður knattspyrnudeildar Vals árin 1999 til 2002 og formaður Vals frá 2002 til 2009. Grímur tók síðan við formennsku í stjórn Valsmanna HF árið 2011 og gegnir þar ennþá formennsku. Valsmenn HF er mikilvægur bakkjarl Vals í uppbyggingu, fasteigna og allri starfsemi okkar að Hlíðarenda. Halldór Einarsson eða Hensson er ekki síður kunnur öllum Valsmönnum. Hann átti farsælan feril með yngri flokkum Vals í knattspyrnu sem náði hámarki í öðrum flokki þegar að Valur bar sigur úr býtum í öllum leikjum sumarsins. Síðan varð hann Íslandsmeistari með meistaraflokki árið 1996 og 1967, Íslands- og bikarmeistari 1976, Íslandsmeistari 1978 og lék sem miðvörður í hinum sögufræga leik gegn Benfica 1968. Halldór átti frumkvæðið að ýmsum nýjungum í félagsstarfi Vals, svo sem herrakvöldi og kjöri íþróttamanns Vals á gamlársdag sem haldinn er ár hvert. Reynir Vignir lék knattspyrnu og handknattleik með yngri flokkum Vals á árunum 1961 til 1971 og á marga titla frá þeim tíma. Hann tók sæti í aðalstjórn 1992 og var formaður Vals 1994 til 2002. Í hans formannstíð var fjárhagsleg staða félagsins treyst með endurskipulagningu og breyttu stjórnskipulagi. Eftir að Reynir léta störfum sem formaður hefur hann áfram gegnt trúnaðarstörfum fyrir Val og gegndi til að mynda hlutverki formanns afmælisnefndar á 100 ára afmæli félagsins. Róbert Jónsson þarf ekki mikla kynningu því menn þekkja hann vel hér í þessu félagi. Hann hóf langan og farsælan feril sem knattspyrnuþjálfari hjá Val árið 1959 þegar hann stýrði 5. flokk drengja. Frá árinu 1964 þjálfaði hann yngri flokka félagsins í rúm 20 ár og má með sanni segja að hann eigi mikinn heiður af árangri þeirra knattspyrnumanna sem slógu í gegn með landsliðum og erlendum liðum á næstu áratugum. Róbert gegndi einnig stjórnarstörfum fyrir Val og dæmdi fyrir Val til ársins 1988. Á síðasta ári ákvaðum við að veita verðlaun fyrir efnilegasta karl og konu í körfubolta, handbolta og fótbolta. Jafnframt því að verðlauna sjálfboðaliða ársins í körfubolta, handbolta og fótbolta og við ætlum einnig að gera svoleiðis í ár. Stjórnir hverra greina fyrir sig völdu sína verðlaunahafa og á skjánum má sjá nú nöfn þeirra sem að fyrir valinu urðu. Efnilegasti karlmaður í knattspyrnunni er Birkir Heimisson. Efnilegasta knattspyrnukonan er Ída Marín Hermannsdóttir. Efnilegasti körfuknattleiksmaðurinn er Ástþór Atli Svalason.
Efnilegasta körfuknattleikskonan Sara Líf Boama. Efnilegasti handknattleiksmaðurinn Einar Þorsteinn Ólafsson og efnilegasta handknattleikskonan Elín Rósa Magnúsdóttir. En vegna þeirra aðstæðna sem nú ríkja þá eru þó nokkra af þessum einstaklingum fjarverandi og munum við þurfa að koma viðurkenningunum til þeirra. Efnilegasta körfuknattleikskonan Sara Líf, ég bið hana að koma hingað upp og taka á móti viðurkenningunni sinni. Til hamingju. Takk fyrir. Efnilegasti körfuknattleiksmaður ársins 2021 Ásþór Atli Svalason. Ég bið hana að koma upp og taka á móti viðurkenningunni. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Efnilegasti handknattleiksmaðurinn árið 2021 Einar Þorsteinn Ólafsson. Bið hann að koma upp og taka á móti verðlaununum. Gjörðu svo vel. Sjálfboðaliðar ársins 2021 í knattspyrnunni Þorsteinn Guðbjörnsson, í körfuknattleiknum Torfi Magnússon og í handboltanum Gísli Níelsson. Sú hefð að velja íþróttamann Vals hófst árið 1992 eða fyrir 29 árum. Með því að Halldór Einarsson eða Hensson gaf bikar og kom hefðinni á. Í ár því verið að velja í 29. skipti íþróttamann Vals. Í 14 skipti hefur kona hampað bikarnum og í 14 skipti hefur karl orðið fyrir valinu. Jafnræði á milli kynjanna því algjört. Val á íþróttamanni ársins fer fram með þeim hætti að 7 manna dómnefnd hittist, horfir yfir árið sem að líða og skoðar frammistöðu þeirra íþróttamanna sem til greina koma. Horft til margra þátta sem eru vegnir og metnir og að lokum eru greidd atkvæði. Sá einstaklingur sem hlýtur flest atkvæði verður útnefndur íþróttamaður Vals. Í dómnefndinni eru Halldór Einarsson sem gefur bikarinn, formaður aðalstjórnarfélagsins sem og 2 síðustu formenn aðalstjórna auk formenn allra deilda. Það gaman að segja frá því að niðurstaða dómnefndarinnar var ótvíræð, algjör samhljómur var það í nefndinni að íþróttamaður Vals árið 2021 Alexander Örn Júlíusson. Bið ég hann að koma upp og veita bikarnum móttöku. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Og það bikar til eigna. Einnig. Gjörðu svo vel og til hamingju. Takk fyrir. Þá þessu lokið hjá okkur. Ég segi takk fyrir og gleðilegt ár.